Einar Hannes Harðarson, sjómaður og formaður sjómanna og vélstjórafélags Grindavíkur, ansi litríkur karakter, en eftir að hafa verið nær því að vera ólæs frekar en fluglæs eftir að grunnskólagöngu lauk, en þá gerðist hann sjómaður á frystitogarunum Hrafni Sveinbjarnarsyni frá Grindavík. Þá kom bekkjarsystkinum hans vægast sagt spánst fyrir sjónir þegar mynd birtist af honum labbandi út af samningafundi sjómanna og útgerðarmanna ásamt þáverandi háttvirtum sjávarútvegsráðherra Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur. Einar hafði gerst formaður SVG árið 2014 og því fylgdi svo ábyrgð að vera í samninganefnd sjómanna. Bekkjarsystkinin hlutu að þurfa að spyrja sig þeirrar einföldu spurningar hvernig þessi óalandi og ofvirki bekkjabróður þeirra komst í þessa stöðu. En hvenar og hvernig hófst sjómannsferill Einars og hvernig kom það til að hann gerðist formaður stéttarfélags? Sjómannsferillinn hjá mér nú frekar einhæfur. Ég byrjaði á sjó 1999, var heppinn, ég lenti á sjó með Hilmari Helgasyni skipstjóra sem hætti fyrir 2-3 árum, frábær kall, lendum borð í Hrafni Sveinbjarnarsyni þar sem hann var skipstjóri. Þar öðlast ég algjörlega nýtt líf, fæ 25 fósturpabba sem hugsaði mig bara eins og son sinn, fekk mikið af góðum ráðleggingum og á öllum góðum skipum bara einn góður skipstjóri og Hilmar var mjög góður skipstjóri. Hann hugsaði mann eins og hann var með þessa föðurímynd sem maður alltaf að leita að. Hann lagði manni lífsregluna mjög fljótt, passaði upp á það að maður myndi kaupa íbúð og bíl og hugsaði svona mann meira heldur en venjulegu skipstjóri að gera að ég held. Ég var á Hrafni Sveinbjarnarsyni allt til ársins 2018. Þá keypti Þorbjörn þá í Grindavík nýjan frystitogara, nýjan gamlan, Tómas Thorvaldsson, og við fórum þarna yfir önnur áhöfnin og þá með Sigur Jónsson sem skipstjóra sem nú ekki mikið síðri heldur en Hilmar með þessa föðurímynd líka. Þannig að ég búinn að vera einstaklega heppi með það að hafa þurft að færa mig mjög lítið til í starfi og bara mjög ánægður þar sem ég Það árið 2014 sem ég kosin formaður sjómanna og vélstjórafélagsins. Gegnt í embætti allt frá því að ég var kosin. Það frábær skóli, jafnvel eini skólinn sem ég hef fengið af því að ég átti mjög erfitt með að læra í grunnskóla. Var nánast ólæst þegar ég kom út úr grunnskólanum. Hafði þó áhuga einu í skóla og það var pungaprófið svo kallað eða 15 metra. Þar fekk ég mjög góða einkunn að því ég hafði áhuga á því. Svo að því að við komum inn á þann að ég fekk 25 pappa þegar ég byrjaði á Hrafni Sveinbjarnarsyni, þá tók eitt það að sér að kenna mér að lesa. Og ég lærði að lesa borð í Hrafni Sveinbjarnarsyni til þess að ná mig niður, þú veist, eftir 6 tíma vaktir eins og voru þá og mikið aksjón, þá var maður mjög oft upptjúnaður og þannig að strákarnir sögðu ég yrði að læra að lesa. Og ég fór bara í það og tel mér nú bara vera ágætinn í lestri í dag, sko, en þetta kom mjög seint hjá mér. Og ég las fleiri bækur í túr á tímabili og þar byrjaði bara á hvað litlu gula hænunni nánast. Nei, ég byrjaði á vestfiskum smásögum sem voru mjög stuttar og hafði mjög gaman að því og þannig óksetta og borði í svona frystitogara eins og Hrafn Sveinbjarnarson var þótt að það sé breytt í dag. Þá sá alltaf einn að sækja bækur á bókasafni sem var kallað bókasafnið borð og svo mjög fljótlega var farið að velja á bókasafni þannig að ég geti lesið bækunar og svo upp frá því var ég bara ágætur í lestri að ég til. En talandi um það, í gegnum þetta starf þitt sem formaður sjómanna og vélstjórafélags, þú hvenær dettur inn í samninganefnd sjómanna í kjaradeilum þá við ríkið? Þegar ég gerist formaður hafa samningar lausir hjá sjómönnum og ekkert svo sem ekki frétta af því. Við vorum búin að vera með lausa samninga í 4 ár þá, en svona eftir 1 til 2 ár, ég gerir mér ekki alveg grein fyrir tímalínunni nákvæmlega, þá fara að gerast, þú veist, þá eru samningafundir tíðari og enda með því að skrifa undir kjarasamning sem sjómenn fella. Leið og ég verð formaður félagsins, þá ég orðinn formaður samninganefndar SVG því að lögin okkar eru þannig, sko. Það náttúrulega gríðarlega mikill skóli að fara í gegnum svona samninganefnd og mjög skemmtilegt þótt að oft á tíðum séð krefjandi og
menn ekki alveg sammála, fulltrúar verkalýðshreyfingarinnar og fulltrúar atvinnurekenda, en gríðarlega skemmtilegt og gríðarlegur skóli að fara í þetta. Ég hugsa að þetta sé ekki minni skóli heldur en háskólanám. Fræg mynd af þeir, félagarnir skóla bekkjarbræður, þegar þeir sáu þig koma labbandi út af svona samningafundi með sjávarútvegsráðherranum þáverandi, Þorgeiri Katrínu, þá klóruðu þeir sér aðeins í hausnum. Hvernig gat þessi óalandi drengur komið sér í þessa stöðu? Hvað viltu segja um þetta? Ég vil bara gefa hrós á áöfnin á Hrafni Sveinbjarnarsyni sem að, eins og ég sagði áðan, sko, ég fekk 25 fósturpappa, þeir hugsuðu mig eins og týnda soninn allir. Ég fekk ótrúlegt uppeldi þarna borð og ásamt bara góðu uppeldi heima fyrir, en ég vil bara að þetta, maður hafi lært alveg ótrúlega mikið af því að hvað heldu fallega utanum með allir þessir menn, sko. En gæti líka verið, og þú kynnist konunni þinni, Ásdísi, maður hefur náttúrulega heyrt að hún vilji svona kannski eigna sér, hún tók við uppeldinu á þessum tíma, þannig að já, alveg örugglega, hún sinn þátt í þessu, bara eins og í öllum góðum hjónabandum, þá það bara samningaviðræður út í eitt, eins og þú þekkir sjálfur. Segðu. Kannski aðeins að áhugamálum, þú ert náttúrulega Grindvíkingur í húð og hár og mikill áhugamaður um íþróttir og önnur mynd sem vonandi næra að fljóta þetta með. Þú ert dálítið reiður á þessari mynd og verðist vera að lesa, Suðurnesjamanninum og hinnum frábæra dómara Kristni Óskarsinni pistilinn og ég held að þetta sé í sama leik sem að bróðinn misti sig aðeins og gerðist reiðasti Grindvíkingurinn ef ég man rétt. Hvað manstu eftir þessum leik og hvað fór í gegnum huga en þú ert að lesa Kidda pistilinn? Til þess að byrja með þá var þetta ekki í sama leik, það var einn leikur á milli, sko. Sko þegar ég fer í svona ham á körfuboltaleik eða fótboltaleik, þú veist, bara stuðningsmaður mikill Grindvíkingur eins og þú sagðir, þá einhvern veginn sóna ég út, þú veist. Maggi Andri heitinn, frábær kall, algjörlega frábær og hann nú einn af þessum föður ímyndurum hjá manni. Hann tók mig tali eftir leik til dæmis og sagði, Einar, hvað sagðurðu? Og ég bara hafði ekki hugmynd um það. Og þetta var náttúrulega mikið vesen sem klúbburinn Grindavík fekk á þessum tíma fyrir þetta. Til dæmis, ég var alltaf svona neðst á leikjunum. Ég mátti ekki, hafa bara sett bann á það að ég var neðst á palli á leik. Ég þurfti bara að vera upp í miðjustúku og við Maggi Andri gerðum bara heiðursmannasamkomulag að ég yrði í miðjustúku það sem eftir væri þessar úrslitakemnir og ég stóð við mitt, sko, í því. Þá kannski að þessari stóru helgi sem er framundan, menna sjóarinn Síkoti eins og við þekkjum hana, þetta var kannski rekja hvenær hefst þessi helgi sem sjóarinn Síkoti, hver aðkoma sjómanna og SVFG að henni og hvað mun bera hæst í Grindavík þessa helgi? Ég þekki sögun ekki alveg nákvæmlega, en 1994 eða 5 held ég að fyrsta hátíðin er haldin, síðan koma nú einhver hlé, þetta var ekki svona árvist, en frá aldamótum er þetta búið að vera árvist, algjörlega árvist. Já, sem sjóarinn Síkoti, þessi stóra helgi. Já, sem sjóarinn Síkoti og þar er verið að gera sjómönnum hátt undir höfði, en það sem ég gríðarlega ánægði með og þá framþróun sem að íslenski sjómenn hafa gert, þetta er ekki bara sjómannadagurinn okkar, heldur er þetta algjör fjölskyldu dagur hjá okkur öllum sjómönnum, sem ég finnst frábær framþróun. Hér í Grindavík er þessu gert mjög hátt undir höfði, aðkoma sjómannafélagsins er gríðagóð, við höfum unnið þetta mjög náið með Grindavíkurbæ sem kemur ágætlega að þessu. Hér er á föstudags byrjar mikið húlum hæ á föstudegi með Bryggjuballi, það sem Stuðlabandið, eitt frægasta band Íslands í dag, kemur og skemmtir okkur bæjarbúum. Svo er þetta út allan bæ, böll, víða, þá get ég nú bara að tala hérna sjómannastofunum, Vör, Fissás, Papas, Bryggjuna, þetta er út allan bæ, síðan sér körfuboltinum risaballa á laugardeginum í íþróttahúsinu. Á sunnudegi er sjómannamessa síð þar sem að 5 heiðursmenn verða heiðraðir. Já, heiðurssjómenn. Heiðurssjómenn og þeir verða heiðraðir
fyrir starfsitt á sjó. Þetta árlegu viðburður sem gríðarlega svona falleg stund sem við eigum í Grindavíkurkirkju á sjómannadaginn sjálfan. Síðan mikið húlum hæ við höfnina alla helgina, bæði fyrir börn og fullorðna. Sjómannadagurinn í Grindavík hefur þá sérstöðu ennþá að hér koddaslagur, hér eru vatnaþrautir á bryggjunni og margt fleira sko. Þannig að má ekki búast við því eftir, 2 ára pásu frá hátíðarhöldum að bærinn bara fyllist og þú ert búin að semja við veðurguðunum gott veður þessa helgi, eða ekki? Já, það eitthvað sem að við Grindvíkingar vitum vel að við þurfum ekki að semja við veðurguðuna, heldur klæðum við okkur eftir veðri. En ég á að vona á gríðamiklu fólki, ég á að vona á því að við munum gera þetta gríðarlega vel. Allir velkonir og verður gaman að sjá sem flest nýja andlit líka.